Byrja þetta, við erum velkomin á súpufund KSÍ. Ég held ég farið með rétt mála að þetta sé 20. og 4. súpufundur KSÍ og að þessu sinni Dr. Ingi Þór Einarsson mættur sem er lektor við Háskólann í Reykjavík og ætlar að fjalla áhrif djúpvatnshlaups á þol og sprettgetu afreks knattspyrnufólks. Gef Inga Þór orðið þessu. Takk Dagur. Hann líklega leggur áherslu á doktora því við vorum saman í skóla og Laugavatni. Hann hafði vit fyrir þessu og fór bara að vinna og ég hélt honum í skóla. Ég vil að segja ykkur í dag frá 3 rannsóknum sem við höfum verið að gera. Háskólanum í Reykjavík. Það er eiga það sameiginlegt að snúa að vatni og að skoða hvernig við getum nýtt vatn, sundlaugar, sem skoða svona þjálfunar meðferð eða þjálfunar form fyrir einstaklingar sem venjulega æfa á landi. Ég veit náttúrulega ekkert fótbolta, þannig að ef við bara skoðum eitthvað frá Bangsbó og mörgum fleirum, þá þurfa fótboltamenn að hafa styrk og afl, sem við kallað sprengikraft, hraða, snerpu eða agility, loftháð þol og loftfirrt þol og svo plús allt hitt sem ég veit ekkert þetta fótboltadæmi. En ég veit ýmislegt sem lífeðlisfræðingur styrk og afl og hraða og snerpu og loftháð þol og hvað saman sko. En ég veit ekkert fótbolta. Þannig að ég verði bara að fyrirgefa mér að kynningi snýst svolítið lífeðlisfræðina og þegar ég spurði mig hvenær sem næstu hvað sem ég veit eitthvað ég geti svarað því. Bara rétt þess að stilla okkur af að sjálfsögðu verðum við sem landíþróttamenn að æfa á landi. En bara ef við förum í hreyfingafræði eða biomechanics, 70 kg einstaklingur þegar hann gengur og stígur niður, þá koma cirka 180 kg impact upp í gegnum ökklaknýi, mjamir og neðri bak. Við þolum þetta. En þegar maður hlaupa, þá er cirka 450 kg sem kom upp í gegn við hvert skref. Svipað með að lenda jafnfæti þegar maður stekkur eitthvað skallar. Að lenda á öðrum fæti, miklu meira álag upp í gegn. Og nokkurn veginn, íþróttafólk sem æfir á landi, það er kannski að taka einhver 10 milljón skref, including hlaup og stökk og þetta allt saman. Þannig að þó svo að líkaminn sé gerður fyrir þetta, hann þolir alveg þessi högg. Þegar þetta safnast saman, þá slitnar þetta hægt og rólega. Það þarf ekki endilega að voru slys til að við fáum svona álagsmessi. En við þurfum að æfa þetta. Við komumst ekki hjá því. Afreksíþróttir geta aldrei verið í bómul. Það er alveg sama hvort þú ert að æfa fótbolta, fimleika, sund. Maður fer ansi langt með íþróttamanninn og þetta verður alltaf erfitt. Það sem við erum að skoða aðalega núna er þol. Þannig að lang algengustu æfingarnar til að þjálfa þol er að hlaupa. Það sem langflestir gera. Hjóla, sumir róa. Það er mjög gott að synda ef þú kannt að synda, en ég býð engum upp á að fara að synda í lauginu nema þú kunnir að synda. Svo er mikil tækni í því og þetta er náttúrulega norskar rannsóknir sem við veit nátt í skíðaganga. Það kannski virkar ekki alveg á Íslandi, ekki alltaf allavega. En það sem að vatni býður upp á, að við minnkum álagi gríðarlega við vöðva og bein. Það vissu held ég allir. Þetta er þrýsting á liðinum, svona bólgur og þetta hjálpa. Getur hjálpað með það, heldur upp með blóðþrýstingi, hjálpað jafnvæginu,
ef að fólk er búið að vera meitt, gefur svona miklu meira viðnám heldur í loftið, og er bara skinnið sem að svo líka getur hjálpað nýrunum. Þá lengi verið vitað að öll þjálfun í vatni er mjög góð fyrir þetta miðlæga þol, hjarta og lungu. Það er lengi verið notað í endurhæfingu. Og þetta hefur verið notað fyrir þá sem eru sko einhvern veginn ekki tilbúnir að beita sér á fullt á landi. Þessar 3 rannsóknir sem ég er að sýna ykkur snúa allar af full heilbrigðum íþróttamönnum. Ekkert með meiðsli að gera, heldur bara hvort við getum nota vatnið til að auka afköst. Það sem að við héldum alltaf við vissum var að sko, það er ekki hægt að ná fullum afköstum eða VO2 max í vatni. Margar rannsóknir hefur sýnt fram á að sko, ef þú ert 90 í VO2 max, þú hleypar á brettinu, þú ert mældur í þessum hérna súrnusupptökutækjum, þá komast menn ekki nema kannski 42, 3 eða 4. Það er eitthvað mýtur. Jú, þetta er fínt fyrir endurhæfingu, þetta er jafnvel ágætt svona daginn eftir erfið æfingu. Það sem við höfum og höfðum pínu ennþá áhyggjur af, er þetta sko, maður verður hægur ef maður æfir í vatni. Ég sem sundþjálfari, gamall, ég fikk ofta að heyra það sko ef að kom einhverjir krakkar að æfa sundtjámar í veturinn, fótboltaþjálfarinn höfðu töluverða áhyggjur af því að það myndi hægast á þeim, þeir eru miklu hægari þá. Því að sund væri bara þolíþrótt. Þetta væri bara fyrir þolíþróttamenn og síðast en ekki síst að hlaup í vatni er svo ólíkt hlaup á landi að þetta er bara ótengt. Til hvers að vera rembast við að hlaup í vatni ef þú getur synt. Ég var svona að þjálfa landsliðskonu í hlaupum sem hafði sund hjá mér. Hún fekk eitthvað þreytubrót í ristina og mátti ekki hlaupa, þannig að ég spurði hana sem sundþjálfari hennar sko hvort að ég ætti ekki bara leyfa henni að hlaupa svolítið í vatni í staðinn fyrir að synda hjá mér. Og hún fer til sjúkraþjálfarans og kemur með þau svör tilbaka hérna, þetta sé svo ólíkt hvað sem er, það sé alveg gott fyrir henni að bara synda í staðinn fyrir að hlaupa. Og með þetta þurfti ég að sitja með í öll þessi árum. Ég er svo sem alveg sama, ég var alveg sáttur við að sundkona mín var að synda, en mér fannst þetta ekki, ég var ekki alveg að kaupa. Þessar 3 rannsóknir sem við hefum gert núna, er fyrsta lagi, við skoðuðum vöðvavirkni, svona EMG-tækjum, hvort að hlaupi í vatni væri nægilega lík hlaupi á landi, til þess að væri hægt að segja að þetta væri svona sérhæfð hlaupaþjálfun. Það var kannski til hérna ástæðan sem að sjúkraþjálfarinn sagði mér hérna fyrir mörgum árum síðan. Í öðru lagi, með því að bæta tæknina, hvort við gætum náð sama VO2 max í hlaup á landi og hlaup á vatni. Og í þriðja lagi, þessi nýjasta rannsókn sem gerðum hérna bara í vetur, hvort að maður gæti náð sömu framförum í þoli og undirbúningstímabilinu, hvort heldur með að æfa í landi eða í vatni. Bara þessar 3 árin er bara svona nokkar rannsóknir á stóru mengi sem við erum að skoða núna. En sko, ef að þessi gaur telur gott að æfa í vatni, þá held ég okkur ætti líka að vera óvægt að æfa í vatni. Þetta er að sjálfsögðu grunnvatnslaup eða shallow-water-running, en bara sko, svona sölutrykk. Hann æfði fyrir 2012 meiri parturinn af því litla þoli sem hann æfði hann svona. Hann vildi ekki hlaupa neitt annan hlaupastíl á brautinu heldur en sko rétta hlaupastílinn sinn.
Þannig að til að auka þolið svo hann geti þolað æfingarnar, það er mikið svona. Ég ætla bara rétt að kynna ykkur fyrir þessu hana shallow water running. Það er kannski hreyfingafræðilega líkar. Það kemur alltaf aðeins meiri álag á liðina. Þegar ég hef átti að prófa þetta, fólk fær líka oft að rispa sig í iljónum, maður þarf að fá almennilega skó í þetta helst. En maður getur stjórna viðnáminu töluvert í þessu grunnvatnslaupi. Og ég held ég tala ekkert meira um þetta grunnvatnslaup hérna frá. Nema hann hafði töluvert í vatni. Fyrir okkur þá skiptir tæknin mjög miklu máli. Ég glemt teka hvað þetta var netjendur, þannig að þá sýni ég ykkur ekkert ranga tækni hann á YouTube. En oft er þetta bara gert einhvern veginn. Það er allt í lagi, ef þetta er endurhæfingu, það er bara rétt að koma hjartanu og lungunum af stað. En það er ekki það sem að við erum beint að leita að, heldur við þurfum og viljum fá að sjá stór skref sem að reyna mikið á gluteus, rassvöðvana og hamstrings. Og það þýðir ekkert að svona strokka vatnið upp og niður með stuttum skrefum. Heldur, þannig erum við að undirbúa okkur í Finnlandi. Þessi kona var svo í rannsóknarferð, en þannig erum við bara að kenna henni þá tækni sem við viljum að hún hafi. Það skiptir máli að planta fæturna svolítið fyrir framann og svo reynum við að grafa langa hólu með fætunum hérna niðri og klára skrefið aftur á bak. Maður þarf ekkert að vera bundinn í vegginn en þar sem við erum það byrja að fara að tengja hana við súrefnisstyrkutæki, það má hann ekki fara neitt. Þegar við létum þáttakendurnar vera með svona elektróðar á sér, þar sem við mælum hversu virkir vöðvarnir eru, þá kom nokkuð áhugavert í ljós. Þetta er að svona kalibrera miðað við hvað þið geta mest búið til kraft. Gastrocnemius er hérna vöðvinn aftan á kálfanum, þessi. Og TMR stendur fyrir treadmill running við 0 gráða halla og 1 gráða halla. Og þetta er djúpaslaup með flótbelti og án flótbeltis. Og við sjáum strax, við erum kannski aðeins muni eftir því, að fyrir kálfavöðvana þá er þetta eiginlega ekki neitt. Það kemur gefur mjög lítið álag á kálfavöðvum. En fyrir tibialis anterior, sem er vöðvinn framan á móti, þá kemur töluvert meira álag á skóflungi. Í biceps femoris, einn af handringsvöðvunum, þá er miklu meira álag í djúpáslaupinu heldur en í venjulegur hlaup á landi. Og svo er það svona nokkurn veginn svipað í rectus femoris, sem er einn af quadricepsvöðvunum framan á. Þannig að alveg saman hvað mér langaði, ég gat ekkert afsannað þetta frá sjúkraþjálfara. Ég get ekki ennþá sagt með fullri samvisku og sannfæringarkrafti að djúpaslaup sé sérhæfð þjálfun fyrir hlaup á landi. Það er töluverður munur. Hér er hann jákvæður, eða lóðurinn vinna meira hér, mun minna hér. Þannig að kannski hafa hann bara rétt fyrir sér, sjúkraþjálfarinn. Það er alveg möguleiki. En hins vegar ef að þetta kemur allt öðru út yfir syndi. Það er allt öðru vöðvar, allt öðru tíðni og allt saman Þannig að þó þetta geti ekki verið sérhæfð hlaupaþjálfun, þá held ég samt að hlaup í vatni
nýtist betur fyrir fótboltamenn heldur en bara synda. Þessi sem gerði nr. 2 í Finnlandi, hún eiginlega snerist að því hvort að við gætum yfir höfuð náð fullum ákastum fyrir full fríska einstaklinga, vel þjálfaða, og þetta voru landsliðsmenn í orientering, svona einhverju rathlaupi sem hvað skandinavískt fyrirbrigði sem kannski sumir eitthvað að þekkja. Þetta eru þjálfaðir langhlauparar. Hérna sjá ástæðan fyrir því að það megi ekki fara neitt sko. Það var ekki sérstaklega þægilegt sko, svona rannsóknar setup. Og það tók heillangan tíma að mæla hvern og einn. Í stuttumáli, þetta er hvað mann tala lengi. Í stuttumáli, þá ef við höldum réttri tækni, þá getum við náð sama hámarki í landi og vatni. Það segja sko við bara mismunandi álag og við stýrum því bara með á hlaupabrettinu, hvað brettið fer hratt og hallin á því. Í vatni stýrðum við því bara með svona taktmæli, hversu hratt þú tók skrefið inn, en þetta passa upp á að skrefin styttust ekki á móti. Það var alveg krúsinn. Þannig að djúpbotnslaupið er dökkalínan, ljósalínan er þá á landi og þetta endar á sama stað hérna rétt yfir 60, sem er mjög há tala. Það voru margir hérna, eða nokkur sem voru sko yfir 70. En þetta eru niðurstöður sem við höfum birt núna á, sem að sýna fram á það að við getum með réttri tækni náð fram hámarkssúrefnisupptöku og áreynslu með því að hlaupa í vatni eins og hlaupar á landi. Það sem að sko fór aðeins fyrir hjarta á okkur, það er nýtan hann með að sko það hægist á þér. Því að þegar við mældum stökkhæðina á einstaklingunum beint eftir upphitun á brettinu og svo eftir brettinu hérna, það er eðlilegt að við séum svo saman, það breytir ekki neinu. Það var margtakur munur á móti þegar við varum búin að hita upp í vatni og þegar við varum búin að gera hlaupið í vatni. Þannig að í smásund þá sátum við sveittir og við bara, þetta er kannski bara rétt. Í það minnsta í svona 3 tíma. Þannig að við myndum ekki ráða að gera neinu og fara að gera spretthlaup beint eftir að við erum búin að vera sundæfingu. Þannig ekki beint eftir að við erum búin að vera að hlaupa í vatni. En hins vegar 3 tíma síðar, ef við mældum aftur, þá var viðkomandi fann að stökkva jafn hátt og hann gerði. Þannig að sko, það sem var gert bara strax eftir prófið, það var gert svona counted moment jump til þess að, til þess að kanna hvort þetta hafi einhver neikvæð áhrif á sprettgetuna. Þannig að já, strax á eftir, 3 tímum síðar, nei. Og hérna bara, við erum aftur hingað, laugarnar í Finnlandi eru frekar kaldar, ítaugin, hún liggur frekar grunnt, þannig að sko ef að taugin kólnar, þá verður miklu minni virkni í gastrocnemius sem að mjög líklega skýrir þennan mun á stökkhæðinni. Við höfðum samt fína ágjör af þessu sko, við vildum kannski ekki endilega setja landsliðsfólk í hérna 7 vikna æfingarprogram. Þannig að við tókum og fengum 50 stelpur lánaðar þar sem við mældum hámarkssúrefnisupptökuna þeirra í svona tækjum. Við mældum stökkhæðina og hraðan þeirra, snerpuna, svona Illinois Activity Test og skoðkrafti. Þetta eru sömu mælingar og við höfum verið að þjónusta landsliðinu. Eftir fyrstu mælingarnar, sem að taka allar, þá skiptum við stelpunum í 2 jafna hópa og þær fengu sem sagt 2–3 í viku eftir leikjálagi og fleiru með 30–45 mínútna þolþjálfun
frá okkur í HR. Við reyndum að stilla álaginu jafnt á milli hópa, þannig að ef var léttæfing á landi þá var líka léttæfing í lauginni og það voru alltaf við sem að sjáum æfinguna. Þetta reyndist okkur kannski erfiðast í rannsókninni að stilla álagi jafnt af. Já, við komum fljótlega að því að það er að keyra miklu meira álag í lauginni heldur en í landi. Og við endum á því að nota svokallaða Borg-skala. Þannig að þetta er perceived, rate of perceived exertion. Er ég að vera að fara á tíma? Þannig að við kenndum stelpunum að nota, það mátu sjálfar hversu erfitt þetta var á hámarkinu. Þannig að þegar stendur hérna við vorum með inn í fífunni svona renning, 50 metrar langan, 10 metrar breiðan. Þannig að stendur hérna 150 metra, það þýðir 3, 1, 2, 3 rennur á Borg 12, það kemur 1 á Borg 16. Þannig að þetta er 3 skokk, 1 þar sem þú pressaði það. Og sama tíma í lauginni þá gerur við 2 mínútur á Borg 12 og 1 mínútu á Borg 16. Þannig í þessu tilviki, þetta er einhver æfing í febrúar, þá voru 2 sett, aðalsett hérna hjá landhópnum, annars var 150 metrar. Þannig að þessar æfingar vorum við að reyna að segja allan sjálfum okkur að væru áleika erfiðar. Og þegar við spurjum stelpunum eftir á þá kom út mjög svipuð tala fyrir æfinguna. Þegar við prófuðum púlsmælinn hjá KSÍ, takk KSÍ, þá kom líka út mjög svipaðar niðurstöður hvort sem það voru með þær í vatninu eða landinu. En við gátum keyrt miklu lengra álagið í vatni. Það getur unnið miklu lengur á púls 170 í vatni heldur en á landi. Niðurstöðurnar voru þær, blátt er landhópurinn, að þær voru hérna rétt í kringum 45-46 báðir hópanir og þær enduðu í 48 báðir hópanir. Þess að engin munur á milli hópa, hvorki fyrir og eftir, en það er munur, þau bæta sig marktækt, cirka 3,9 eða 4%. Það hljómar kannski ekki voru mikið, en á 7 vikum þá er þetta bara töluvert að bæta þolið sitt 4%. Það var engin munur í hvað er spörkuðu fast. Það breytist ekki neitt. Einhverja hluta vegna, við erum ekki alveg með það hreinu, og bættu báðir hópana sig í stökkhæð. Það er að segja, cirka 3%. Það stukku herra eftir íhlutununa, eftir þessar 7 vikur, þetta er að gerðu fyrir. Það var engin munur á Illinois-prófinu, ekki neitt. Sama með sprettinn, það bæta sig aðeins, en það er ekki svona tölfræðilega marktaka sem við sjáum. Engin munur á milli hópana og engin munur fyrir og eftir íhlutunum. Það er hægt að ná þessu álagi sem við þjálfararnir viljum ná í vatninu. Vöðvavirknin í njám og mjöðmum og öxlum er svipuð, en ég get samt ekki sagt að hún sé svo saman. Þannig að ef þú hleypur í vatninu þá tekur þetta að þjálfa kálfavöðvana sérstaklega. Einstaklingarnir sem eru í formi geta nota djúpa slaup til að bæta þolið sitt með íbúðrunning. Þannig að hóparnir bættu sig
bara jafn mikið. Og við fundum ekkert neikvætt á 7 vikum fyrir hópana, hvorki landhópinn né vatnshópinn. En ef maður reiknar þetta saman, að þá sparaði djúpvatnslaupshópurinn sér ca. 100.000 högg. Og beinum með liðina. Högg sem á bilinu það á ca. 180 til 500 kíló. Þetta kannski ekkert svo mikið í 7 vikur, en ef þú margrældar þetta tvisvarsinnum, 200.000 ári, til 5 ár, þú ert búinn að spara 1 milljón. Og þetta kemur, þetta safnar saman fyrir rest. Við prófuðum einhvers konar svona power analyze hversu algeng álagsmeiðsli eru í fótbolta. Það er meiðsli sem koma vegna álags, en ekki vegna högga eða samstöðu eitthvað svoleiðis. Og með einhvers konar tölfræði ævintýrum, þá getum við sagt að ef þú gerir þetta reglulega þá lengjur við ferilnum 1 til 3 ár. En nota bene, þetta getur ekki komið í staðinn. Þú getur ekki, eins og ég sagði í byrjun, þjálfa fótboltamenn bara í vatni. Leikurinn gengur út á að standa af sér tæklingar, að standa af sér högg. Þannig að þú verður að þjálfa það sérstaklega. Við erum alls ekki að segja að þetta getur komið í staðinn. Ekki fyrir, ekki milljón ár. En ef að fólki finnst, þjálfarnir finnst, að það mætti auka loftháðaþolið hjá hópnum, þá viljum við meina að þetta geti verið leið til að gera það án þess að auka álagið á liðum. En aftur, fótboltamenn þurfa að þjálfa í líkum aðstæðum. Þannig að alls ekki að segja að þetta geti gengið í baráttu. En bara, ég get það sjálfsögðu ekki einn, við erum fullt af nemendum og ógeðslega gott fótboltalið sem að vann með okkur. En svo erum við ógeðslega fræg og komum sér mokka fyrir þetta. En bara, takk fyrir. Nú bara spurningar vonandi. Allir búin að fá súpuna sína, þannig að enginn að spyrja núna. Eitt spurning varðandi þjálfun í vatninu, að mæla hitastig á vatninu líka eða? Við þurfum ekkert að mæla það, það bara á skjá í lauginni. Já. Hún 28,5. Okay. Og mun heitar hjá okkur en í Finnunum Finnarnir voru með í 25. En við notuðum bara smá braut, eða 2 brautir í Kópavoginum. Og við gátum bara nota cirka 1/3 af 25 lauginni því þá var hún á grunn. Þannig að við þurftum ekkert mikið pláss í þetta. Hvað dæmi þá svona æfingar sem þú myndi gera? Er það þá aðalega bara hlaup eða einhver hopp líka? Eða? Nei, þetta var bara, þarna snertu aldrei botn. Já, bara hlaup? Bara hlaup. Já. En mismunandi tempó. Mismunandi tempó og stundum þá bunduðu þær saman. Það var bara bundna bak í bak og svo var bara sprettir, það voru allt svona leikir og þetta var ekkert svoleiðir, þetta var ekki bara svona eins og Jón Arnór hefur lýst hérna tjónsvöldastrákurinn æfinguna þar sem það bara var með lofhúfi í lauginni í Sauðárkrók, þetta bara hlaupið í 2 tíma. Við erum komin langt frá því. Þetta voru alls konar leikir, alls konar tempó. Þetta hér frekar einhæfa æfing Þetta svona interval æfingar. Þannig að maður hleypur í 2 mínútur létt, svo tekur 1 mínúta mjög erfitt, bara 8 sinnum í gegn. Það voru fullt af öðrum æfingum með svona stuttusprettum og aðalvandamáli var að reyna að matsa álagið á landi og
í vatni. Ertu með alltaf í vesti þá alltaf eða? Alltaf í vesti. Já, alltaf í vesti. Almennt sé mjög gaman að þessu. Ég ætla að spyrja það. Já, ok. Þetta var upplifunin hjá þeim. Við hérna, þar fengu líka svona motivation skala. Það svöruðu sko svona sálfræðiskala, hversu spenntar þeir voru og svoleiðis. Og hérna, ég hefði kannski getað sagt, ég bara mátti það ekki, ég getað sagt þjálfurinn þeirra hverju væri að fara að hætta, því að hérna, maður svona, já, ok. En hérna, fyrir og eftir, mjög bara svo saman. Mætingin var örlítið lélegri í vatnið. Þetta er náttúrulega svona, þetta er fyrirhöfn, sko. Landhópurinn, hann bara var í sínu venjulega umhverfi, sem hann þekkti mjög vel. Vatnshópurinn þurfti að gera sér sérstaklega ferð upp í laug, skipta föt, blæðingar, þetta er heilega, sko. En það var ekki, það var örlítið minni mæting í vatnið, en það fótbrotna einu vatnið í okkur. Það er þess að sparka hérna í, þú veist, hún var eitthvað, hérna, náðu að sparka ristin í svona brúnina, lauginni. Við hefum aldrei heilt með þetta áður, en þú veist, það sem aldrei gerst áður, gerist eitthvað aftur, sko. En sko, svo þegar það svörði aftur, þá var engin munur á þeim sem að sko kom fyrir og kom eftir. Nei, þessi, fyrir ekki, það er engin munur á land og vatnshóp. Þetta er að bæta aðeins við upplýsingar, því ég þekki hennan hóp vel. Það er vinna með í þessu. Það var gríðarlegur munur sem við sáum á VO2 Max tölunum og stökkkrafttölunum á báðum hópum. Fyrirmælingin er þetta gerð bara í upphafi tímabils, þegar að það voru búin að vera í svolítið fríi og svoleiðis. Þannig að það er leiðandi eðlilegt að sjá góða bætingur hjá báðum hópum í þessu. En annað varðandi upplifun að heilt yfir held ég að við náðum að gera þetta bara merkilega skemmtilegt, bæði á landi og á vatni. Og í viðbót því sem er alltaf að koma fram, því að við erum mikið að pæla í þessu kannski varðandi álagsmeiðsli og annað slíkt, að það voru dæmi stelpur sem höfðu verið að glíma við svona langtíma vandamál sem höfðu gott af vatnsþjálfuninni. Og bæði voru dæmi nárameiðsl sem viðkomandi fann þá fyrir náranum af því að þetta voru stór útslögg, hreyfiútslögg. Hann vann sér svo í gegn á það og fann raunverulega ekkert fyrir náranum, það sem eftir var tímabils. Og tímabilið var langt og strangt, það var mikið álag og margar þessar stelpur. Og önnur sem hafði varla getað klárað æfingu í heilt ár út af mjaðmagrindarvandamálu, rófubeinsvandamálu og fleira. Hún vann sér í gegnum það þarna, spilaði fullt af leikjum og var markahæst í sínu liði, komst vel í gangi í framhald af þessu. Þannig að svona upplifun eftir á er spurning hvernig hægt er að útfæra það, en það gæti verið sniðugt að nota þetta með. Var það bara tilviljun að millir hefur farið í sundhópina? Sko, hóparnir voru raðaðir í tilviljun, en við handvöldum þessar af því að þær myndu ekki þola álagið á landi til þess að setja þær í vatnsþjálfun. Það er lendu samt, sko, þetta er bara smá tölfræðitrykk í Excel, sko. Já, en við reportum þetta ekkert sérstaklega, sko, því að rannsóknin var ekki gerð á meiðslum. Við erum ekki með official gögnum meiðslasöguna þeirra þannig að, sko, og við vorum ekki að tekka því. Fyrir okkur, sko, þá var þetta það að þær voru í heilar, eins og við erum. En það er einn, sko, varandi eins og nú náttúrulega sömar, þetta er náttúrulega mikil höggspartnaður sem verður á tíma, það veitur framreiknað svona eitthvað fram í tíman. Við hvaða tímapunkt varst þú að hugsa til þess að þegar þú áætlar þetta, hvernig menn myndi byrja í svona þjálfun í bland ef það henta? Ef ég væri fótboltaþjálfari, ég myndi ekkert sko nota þetta nema ég væri búinn að fullnýta það sem ég tel að þær hafi gott af á landi. Þær verða að æfa hlaup á landi. Já, nei, ég meina aldurskeiði, sko. Bara hvernig byrja afræðsefna. Það er bara, þegar þú ert komin á það stig, þú ert svona farin að fullnýta það sem við getum fengið út af þeim með góðu móti á landi, vilt samt
kannski auka þolið einhvern veginn, en kannski nota höggin og það í svona spilalíkt dæmi sko. Það myndi ég senda þér í vatn. Fleiri spurningar? Hvað við framhaldið? Þú sagði að þetta væri svona hlutað eitthvað starra mengi sem er öfni í og ákveða næstu skref. Takk fyrir það. Já, það er það. Því þetta er það sem enginn getur svarað á konunum. Við erum að reyna að fara magn, setja æfingarnar í vatni á sama hátt og við vitum á landi. Við vitum þetta sirka hvernig, við vitum þetta mjög hvernig hlaupararnir gerir þetta, við vitum þetta vel hvernig svömmennir gerir þetta. Við erum nær því, í vatninu, að nota lífeyrissvæði sundþjálfunar fyrir djúpáslaupið heldur en fyrir hlaupið. Það getur engin hlaupari æft eins og, getur engin hlaupari tekið sundæfingun og sett hann upp á land. Það bara dreipur alla. Þannig að við erum komið verkfræðideildin og fleiri með okkur í HR til þess að mæla nákvæmlega hvert viðnámið er. Hvert er viðnámið þegar þú ert að hreyfa þetta. Það er bara alls ekkert auðvelt að mæla það í vatni. Það er svona flókin straumfræði. Þannig að nú er verkfræðideildin búin að smíða fyrir með svona gervifót eða róbot með mjöðmann hér og það eru svona strain gauges í honum. Við prófum að mæla þetta mismunandi hraða, með mismunandi viðnám, tekur löppinni stól og eftir það þá förum við aftur í það að setja svona EMG-mælingar, nema á hvað vöðvarnir eru að vinna og svo bætum við VO2maxinu við. Þannig að, já, það er þetta hérna. Þessi magnsetning af þjálfum fyrir uppbreytta stöðu í vatni og uppbreytta stöðu á landi. Ég gerir það ekki með 60 stelpur, kannski ég færi að 3 til þess að það mæla hvert og eitt. Ég vantar nemendur í þetta, ef einhverju þekkja komið nám hjá okkur, því að okkur vantar hreinlega nemendur í rannsóknum núna. Það meina þess að verða meistaranemar og svoleiðis, ekki til þess að ég veist ekki með eitthvað fólk til að hlaupa og gera þetta. Það vantar bara fólk sem vil fara lengra í meistaranámi. Fleiri? Ef ekki, þá bara þakka ég Inga kærlega fyrir komuna og ég. Takk fyrir mig. En meiri súpa, ég vil ég fá burt. Ásveig.